Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og nú ætlum við að vinda okkur yfir í sportið og íþróttir því að á morgun laugardag fer fram sjóvá kvennahlaup ISÍ 2021 og hingað til mín komin Viðar Sigurjónsson, skrifstofustjóri ISÍ á Akureyri. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir kærlega. Það hlýtur að vera mikið gleðiefni að það sé hægt að hlaupa á morgun. Það gleðiefni að geta hlaupið alla daga ársins raunverulega. Já. Og alveg frábært að þetta skuli geta farið fram þó seint sé. Þetta svona dálítið á eftir áætlun. Venjulega þetta í júní en að ná að hlaupa á morgun bara alveg geggjað í því blíðviðri sem við höfum haft núna, síðsumars og raunverulega allt sumar. Já. Fyrir ansi marga það náttúrulega bara svona órjúfanlegur partur og árviss viðburður og hefð að taka þátt í kvennahlaupinu, ekki satt? Jú, það það. Þetta eiginlega bara fastur punktur í tilverunni hjá afskaplega mörgum. Menn mæta í kvennahlaupi þegar það á öðrum tíma núna heldur en venjulega, þannig að þetta ruglar kannski einhverja og menn jafnvel missa af vegna sem menn átta sig ekki á því að þetta á dagskrá. En frábært að geta komið á morgun, þannig að það verði úr því þetta árið en ekki miðjan júní eins og verið hefur. Nei. En þetta opið öllum og öllum kynjum og öllum aldri frá því að bara menn í barnavagni og upp í langömmur og langafa. Já, einmitt. Þannig að það gott að halda því til haga. Það allir velkomnir í kvennahlaupi. Og svo náttúrulega alveg sérkapítuli eru mitt kvennahlaupsbólirnir. Þetta náttúrulega bara orðin svona partur af menningararfinum okkar Íslendinga, myndi ég segja. Það einhvern veginn vita allir hvað kvennahlaupsbólur er. En þú ert í nýja bólnum núna. Já. Hann svolítið öðruvísi en þessir gömlu sem að, það ekki, svona, minimalískari hönnun eða getur maður ekki orðað það svo? Það rétt. Þetta var mikil söfnun í gangi. Konum þótti skemmtilegt að eignast þeim flesta kvennahlaupsbólu og máttu helst ekki missa úr eitthvað ár, þá leituðu þær til okkar og vildu fá keypt eintak eða einhverja hluta vegna mistu á hlaupinu það árið. Þeir var alltaf nýr litur ár frá ári og mikil eftirvænting bíða eftir hvernig bólurinn það árið yrði á litinn. En í dag höfum við breytt þessu. Við byrjuðum með nýja svolítið áherslur í fyrra. Við fórum yfir í það að vera með umhverfisvænna í framleiðslu þessa bóli. Þannig að þeir eru öðruvísi í ár og þeir eru notanlegir núna í hvort sem hversdags eins og ég í núna eða þá bara sem íþróttabólir þegar þú ert í æfingu þínum eða að hlaupa eða ganga úti. Þannig að þetta svona önnur leið sem við fórum heldur en við höfum gert. Já. Einmitt. Og það náttúrulega ákall okkar tíma einhvern veginn að hlutinni séu umhverfisvænir og það huga að svo mörgu. Þannig að þetta þeir eru svona bregðast því þá í leiðinni. Já, maður reyna okkar besta hvað það varðar. Já, og svona fyrir þá sem að sitja heima núna og uppgötva það að þeir eru ekki búin að skrá sig í hlaupið á morgun, það hægt að gera það inn á tix.is, eða ekki? Það rétt. Menn geta skráð sig á Tix bara með stuttum fyrirvara ef að því að skipta. Og þar getur mann valið úr hvort að menn skráð sig bara í hlaupið og borga fyrir það gjald eða kaupa bólinn í leiðinni. Og hann svo sóttur, hann hvort hjá ISÍ í Laugardal eða ISÍ á Akureyri og eða fá hann póstsendan til viðkomandi aðila. En það fyrir auðvitað hver að vera síðastur ef við ætlum að ná því fyrir morgundaginn að fá bólinn í pósti heim. Já. En það má geta því sérstaklega að menn mega sérst mæta. Mega allir mæta ekkert endilega í þessu nýja ból, heldur bara í hvaða ból sem gömlu kvennahlaupsból eða öðru slíku ef að þú kýst að kaupa ekki og fjárfesta í nýja bólum sem auðvitað stórglæsilegur í alla staði. Já. En það getur verið nú svolítið skemmtilegt og verður örugglega forvitnilegt að sjá hversu fjölbreytt flóra af gömlum kvennahlaupsbólum verður í hlaupinu sjálfu. Það verður mjög fróðlegt. Það örugglega af þessum mörgu og fjölmörgu einstaklingu sem eiga bara safna af þessum kvennahlaupsbólum, þá getur þetta orðið mjög skemmtilegt og sjónvarpsvænt að sjá alla þessa liti sem að taka þá þátt í hlaupinu ef menn kjósa það að vera í gömlu bólunum. En vonandi verða bara flestir í nýja bólum þannig að við sjáum svona haf sem víðast af þessum nýju fallegu bólum og sem eru umhverfisvænir í alla staði. Einmitt. Og svona fyrir þá sem að hafa kannski ekki tekið þátt áður, hvað er hlaupið langt svo við höldum því nú til haga?
Já, það hægt að velja flestum tilfellum 2 vegalengdir, 2,5 km og 5 km. Þannig að það ættu svona allir geta fundið vegalengdarhæfi og má ekki gleyma því að þú þarft ekki endilega að vera í einhverju hörku formi og hlaupa alla vegalengdina. Þú mátt alveg ganga og nú sér fullt af einstaklingum með barnavagna og fólk sem að tekur sig saman og fer saman í hlaupið og heldur þeim hraða sem að þau kjósa sjálf. Það má einmitt geta þess að í ár einmitt slagorðið meira svona að gera hlutina saman eins og á bollnum hérna. Það stendur saman og svo hérna hringur þar sem að talið upp í texta hvað það sem við getum gert saman, við ganga saman, hlaupa saman, vinna saman, hlæja saman og gráta saman og svo framvegis. Þannig að það svona lögð áhersla á það að við gerum hlutina saman og stöndum saman hvers kyns sem við erum. Já, það afskaplega fallegur boðskapur inn í helgina og í hlaupið. Þannig að við hvetjum þetta bara alla til þess að skrá sig saman og gera sig glaðan dag á morgun og taka þátt í kvennahlaupinu og styrkja gott málefni í leiðinni. Endilega. Og það kostar ekki nema 1.500 krónur að hlaupa, ekki satt? Fyrir fullorðna, 500 fyrir börn upp á 12 ára aldri. Mæting við Hof, hlaupi klukkan 11. Já. Og upphitun hefst upp úr 10:30. Já. Þannig að það í mínum huga alveg kjörið að mæta þarna og taka þátt í frábæra verkefni. Já, heldur betur. Fjölskyldu eða vinahóps afþreying á laugardegi. Þetta bara borðleggjandi. Bara kæra þakkir fyrir að koma hérna í þáttinn til mín Viðar og segja mér og okkur frá þessu og bara góða skemmtun á morgun. Takk fyrir það kærlega.